Já, komið sæl og verið velkomin á þessa afkomukynningu hjá okkur í Sjóvá fyrir fyrsta ársfjórðung ársins 2022. Að vanda munum við þrjú annars kynninguna. Ég mun svona fara yfir helstu þætti, Sigríður Vala fer yfir reikninginn og svo Þórður Páls yfir fjárfestingarnar. Síðan komum við sameiginlega upp og við viljum gjarnan svara spurningum ef einhverjar koma og vonandi koma einhverjar. Og minni á það líka að það er einhverjur að horfa að senda endilega bara spurningarnar í tíma ef einhverjar vakna í yfirferðinu á kynningunni. En ef við vindum okkur þá í kynninguna þá, já, þau senda fyrirspurnina á fjárfestar@sjóvá.is. En hérna eru svona helstu niðurstöður þá fyrir fjórðunginn og ég held að við verðum að segja eins og að við erum mjög ánægð með þessa niðurstöðu. Eins og þarna kemur fram að þetta er góð rekstrarniðurstaða miðað við svona mjög viðburðaríkan fjórðung. Afkoman er þá upp á rétt rúman milljarð, 1,054 milljónir, það sé eftir skatta, en fyrir skatta er afkoman þá á vátryggingastarfseminni upp á 461 milljón og af fjárfestingastarfseminni upp á 804 milljónir. Þetta skilar þá samsettu hlutfall upp á 95,6%, samanborið við frábæran fjórðung fyrir ári síðan sem var upp á 91,4%. Nú eins og kom fram í tilkynningun okkar áðan að þá er tjónarhlutfallið að hækka á milli ára og það er svo sem ekki að koma á óvart. Tíðin er búin að vera erfitt veðurfar. Ástand á vegum hefur líka verið erfitt og sjaldan verið verra heldur en þessar stundir. Og við vorum að upplifa marsmánuð þar sem að tjónstilkynningum það var slegið met þar. Við höfum aldrei tekið á móti mörgum tjónstilkynningum í einu mánuði eins og í marsmánuði. En það er ánægilegt að þá er iðgjaldavöxtur sem að vegur upp á móti þessari þróun og það er iðgjaldavöxtur upp á 13,7% og við merkjum það að þessi aukning hún er að eiga sér stað á öllum greinaflokkum og bæði á fyrirtækjamarkaði og einstaklingsmarkaði sem er afar ánægilegt. Nú hvað var það fjárfestingarnar sem Þórður fer betur yfir á eftir og þá kom fram og við kynntum í byrjun apríl að við vorum að færa niður óskráð hlutabréf hjá okkur og upp á 307 milljónir. En afkoman af fjárfestingartekjum af eignum í stýringu námu 825 milljónum króna sem skilar ávöxtun upp á 1,6%. Nú við þreytumst ekki á að segja það að við erum þjónustufyrirtæki og við viljum vera þjónustufyrirtæki í fremstu röð. Þetta segjum við vegna þess að ég held að ég er viss um það að það er að skapa þann árangur sem við erum að ná. Og þarna á þessari vegferð ætlum við að vera áfram, við ætlum að vera til staðar fyrir vistamanninn á þeim stað og þeim vettvangi sem hann kýs að eiga við okkur samskipti og er mjög mikilvægt að mæta hans þörfum þar. Það er jafn mikilvægt líka að náttúrulega mæta breyttum þörfum, mæta breytingu samfélagsins á hverjum tíma og þar höfum við reynt að vera mjög framalega. Þó að það tilheyri ekki þessum fjórðungi þá er mjög ánægilegt að greina líka frá því núna að í maí, 1. maí, þá endurgreiddum við í annað sinn núna iðgjöld vegna lögboðinna ökutækjatrygginga. Þetta var gert líka 2020 og núna eins og ég segi í maí 2022. Þetta er okkur afar mikið stolt og ánægjuefni að gera þetta. Við gerum þetta með mismunandi forsendum. 2020 þá gerðum við á þeim forsendum að það var augljóst að það myndi draga úr umferð og þar af leiðandi myndi draga úr slysum og tjónum sem að gekk eftir og við deildum því með okkar vistamönnum. Núna hins vegar er komið fram að við vildum deila frábæri afkomu liðins árs með okkar vistamönnum og það vildum við gera með þessum hætti. Þannig að forsendunar eru svolítið öðruvísi heldur en þá og það verður fróðlegt að sjá hverju framvindur í því, en það verður áskorun fyrir okkur að við tökum þær 600 milljónir sem við ráðstöfum núna, þær munum við taka eins og sagt er á kassan á öðrum ársfjórðungi og það verður fróðlegt að sjá hvernig okkur svona vegnar þá, það verður áskorun, ég sýni það betur í glæru hér á eftir. En ef við lítum til iðgjaldavaxtar, svona liðina ára, þá erum við engum það að bæði þessir maígjaldaðar báðir og svona þetta sterka, góða þjónustustig okkar, það hefur undirbyggt þann vöxt sem við búum að. Að þessu sögðu þá ætla ég að hleypa Sigríði yfir það. Takk fyrir það Hermann og komið sæl. Við lítum yfir svona helstu niðurstöður fyrir fjórðunginn að þá sjáum við að hagnaður
tímabilsins nam 1.054 milljónum samanborið við 2.064 í fyrra og erum við að sjá bæði afkomu af vátryggingastarfsemi og fjárfestingarstarfsemi draga saman á milli tímabila. Eins og Hermann talaði áðan að þá áttum við frábæran fjórðung 2021 fyrir fyrsta fjórðung, bæði í fjárfestingarstarfseminni og á vátryggingastarfseminni. Við erum eins og ánægð með niðurstöðuna. Við teljum þetta hafi verið sé afar góður niðurstaða með við aðstæður og í fjórðungnum, bæði á fjármálamörkuðum sem var einkenndist svolítið af óróleika og sem á vátryggingamarkaði sem var heldur betur viðburðaríkur. 95,6% samsett hlutfall var á fjórðungnum. Það lítillega yfir okkar væntingum, þar að það hærra heldur en við gerðum ráð fyrir, en niðurstaðan bara engu að síður afar góð í ljósi aðstæðna. Ef við skoðum svo reksturinn og rekstrarreikninginn, það sjáum við iðgjöldin að vaxa umtalsvert á milli tímabila, eins og við höfum séð reyndar undanfarin ár. Vöxturinn nam 13,7% á fyrsta fjórðungi og í öllum vátryggingagreinum og bæði á einstaklingsmarkaði og á fyrirtækjamarkaði. Á einstaklingsmarkaði nam vöxturinn 10% og þarna erum við að sjá bara áframhaldandi góðan gang í framlínu að selja og að auka og stækka eða auka vernd núverandi viðskiptavina. Við erum að sjá tryggðina mjög mikla og það rosalega verðmæti fólkin í því og eins náttúrulega koma vísitölur inn í þennan vöxt líka. Fyrirtækjamegin sáum við 20% vöxt á milli tímabila og það bæði tilkomið af því að núverandi viðskiptavinir eru að bæta við sig og vernd. Við erum að sjá bara umsvif fyrirtækja sem eru að tryggja hjá okkur, þau eru að aukast. Dæmi það ferðaþjónustan og svo erum við líka að sjá bara áhrif af góðum gangi og sókn í ný viðskipti sem hefur gengið afar vel. Þannig að það undirbyggir 20% vöxt þar. Tjónin eru að vaxa líka mjög mikið milli tímabila. Við sjáum að þau eru að vaxa meira heldur en sem nemur iðgjaldavextinum og helgast af þessu sem nefnt var hér í upphafi. Veðurfar var mjög erfitt og eins erum við líka bara að sjá, eins og við höfum reyndar verið að flagga undanfarna 2 fjórðunga, að svona umsvifi í atvinnulífinu eru að taka við sér, að þau eru að aukast og það eykur aðeins tjónatíðnina. Þannig að þetta tvennt svona stuðlar að þessari breytingu á milli tímabila. Eins og að sjáum að mars var áberandi slæmur, þannig að við janúar og febrúar voru þokkalegir. Rekstrarkostnaðurinn að aukast þarna tæp 10%. Við vorum tiltölulega kostnaðar létt á fyrsta fjórðungi ársins 2021 sem skekkir aðeins samanburðinn. Þetta ekki svona í línu við þá kostnaðaraukningu sem við erum að gera ráð fyrir á árinu, en þarna spilar auðvitað inn í launahækkanir og svo náttúrulega líka bara að færast meira líf í húsið. Við erum sem betur fer komin langflest tilbaka í vinnu og við erum að fara meira á námskeið og í ferðalög og annað, þannig að það tekur til sín en kostnaðarhlutfallið hins vegar að lækka á milli tímabila sem afar ánægjulegt. Tjónahlutfall tímabilsins að aukast töluvert. Við sjáum eins og að matsþróun eldri ára jákvæð þennan fjórðunginn og skilar okkur þó dempar þar af leiðandi aðeins tjónahlutfall tímabilsins. Samsett hlutfall 95,6 samanborið við 91,4 sem bara afar ánægjuleg niðurstaða. Hérna sjáum við svo hvernig afkoman að þróast í krónum á milli tímabila. Þarna sjáum við þá áhrifin af iðgjaldavextinum og að tjónin eru að aukast aðeins meira heldur en sem nemur iðgjaldavextinum. Gjaldtól og gjaldtólskrafa, það eru töluverðar breytingar á þessum liðum á fjórðungnum. Gjaldtólið ber þess merki að við greiddum til hluthafa rúma 4,5 milljarð á fjórðungnum, bæði í formi arðs og í formi endurkaupa. Afkoman hækkar svo gjaldtólið og skilar okkur þá í lok tímabilsins í 21,1 milljarði í gjaldtóli og svo þurfum við að draga frá þau væntu endurkaup sem stóðu eftir á því tímabili og endum þar alveg í 20,9 milljörðum. Gjaldtólskrafan líka að aukast, hún að dragast saman, það eru mikla breytingar þar.
Vátryggingaátta og rekstrarátta eru að aukast lítillega, það bara með stækkandi vátryggingastofni og markaðsáttan tekur töluverðum breytingum og þannig erum við að sjá hvað mest áhrif af breytingum á hlutabréfaáttu. Samhverfur aðlögunarstöðull lækkaði á tímabilinu sem að minnkar fjárbindingu á hlutabréfin okkar, öll hlutabréf, og nam þessi lækkun 900 milljónum á fjórðungnum. Og inn í þetta spilar svo líka breytingar á safninu hjá okkur, að aðeins minni og breytingar á hlutabréfastöðum og minna hlutabréf á safni ljósi arðgreiðslu. Nú mótdagaláhættan að aukast og þetta svona árstíðabundin sveifla á þessum lið. Iðgjaldaskuldin okkar alltaf hæst í byrjun árs þar sem við erum að endurnýja hlutfallslega mest af iðgjöldum hjá okkur. Og á móti iðgjaldaskuldinni koma svo viðskiptakröfur sem taka á sig þessa mótdagaláhættu. Þetta jafnar sig svo yfir árið. Nú gjaldþolshlutfallið endar þá í 1,52 í lok tímabilsins. Og þá er efnahagsreikningurinn. Við erum að sjá hann breytast lítillega og hann tekur í rauninni bara stækkar á milli tímabila en tekur þá bara mið af útgreiðslu til hluthafa og svo aðalega þessum árstíðabundnu sveiflum í vátryggingaskuldinni. Það að segja iðgjaldaskuldinni sem að hækka og svo tjónarskuldinni rauninni að hækka bara svona í takt, bara eðlilegum takti við stækkuna á iðgjaldastofninum. Við sjáum þetta þróunin á gjaldþolshlutfallinu sem hefur verið svona tiltölulega hátt undanfarin 2 ár en erum að enda í fjórðungnum í 1,52. Þá er það yfir til þín, Þórður. Já, afkoma fjárfestingum á fjórðungnum var mjög góð, mjög ánægð með hana og þetta 8. fjórðungurinn í röð sem afkoman er svona heldur yfir væntingum og þetta náttúrulega búin að vera alveg ótrúlega tímabil sem við verum að koma í gegnum. Það þarf alveg að fara aftur til annars og þriðja fjórðungs 2018 til þess að finna svona eitthvað bitasætt tap fjárfestingum. Annars hefur þetta bara verið mikið hækkunarfasi. Nú eignasafnið í lok tímabilsins var tæpi 49 milljarðar en við greiddum út 3.850 milljónir í arð og keyptum eigin bréf fyrir 743 milljónir á fjórðungnum. Nú afkoman af safninu var 1,6% og svona jákvæði hlutin var að skráð hlutabréf, ávöxtunin af þeim var 4,1% sem við erum mjög ánægð með á þessum fjórðungi, virkilega ánægð með þennan fjórðung. Sömuleiðis þá var príðis afkoma af ríkisskuldabréfum, þar sem við höfum kannski ekki verið að ná nógu góður ávöxtun fram að þessu. En síðan það sem dregur afkomuna niður, það óskráð hlutabréf, 307 milljóna tap þar og það skýrist á öllu leyti og gott betur af gengisbreytingu á hlutabréfum í Controlant. Við áramótin þá voru gengið skráð á 12.000 en við færum hana núna niður í 8.000 og við finnum það þannig út að það kunne vera það sem einhverjir vilja meina sé virkur markaður með bréfin og við fáum síðasta viðskiptaverð frá 2 ótengdum aðilum eða miðlurum sem sé viðskipti milli 2 ótengdra aðila og þá segir þetta endurskoðunarstaðlarnir að slík viðskipti milli Jóns og Gunnu hafi svona einhvern relevans. En vegna þess að bréfin nú óskráð og ekki liggja fyrir miklu upplýsingar þetta þá tökum við 20% af því síðasta verði inn í mat okkar. Þannig að eins og ég segi, bréfin farið niður þriðjung úr 12.000 í 8.000. Kem aðeins inn á hvað við erum búin að vera að gera í safninu. Þá höfum við fyrst og fremst verið að auka verðtryggingarhlutfallið og jafnframt að lækka líftímann. Líftíminn hækkar að vísu aðeins á þessum fjórðungi og helgast það meðal annars að því að við fengum greidda upp ríkisvíxla sem við höfum keypt til þess að mæta arðgreiðslu en við keyptum svo sem líka einhverja ríkisvíxla en
en þeir náttúrulega draga mikið niður líftímann. Jafnframt að þá fengum við afborganir af HFF 24 og LSS 24, en að vísu keyptum voru við duglega að kaupa HFF 24 á móti því. En þetta eru auðvitað svona tvö samræmanleg markmið að lækka líftíma og auka verðtryggingu þar sem ekki eru gefin út verðtryggð bréf til styttri tíma en 5 ára. En það svona það sem við vorum að reyna að gera. Og hvers vegna vorum við að því? Það er vegna þess að við höfum svona séð fram á að verðbólgan væri mikil og hún yrði þrálát og svona þess vegna viljum við kaupa verðtryggingu. Að sama skapi þá erum við líka sannfærðir það að Seðlabankinn muni að því marki sem að honum kleift að berjast á móti verðbólgunni, þannig að það muni reyna að ná að hækka vexti. Þetta kannski kann að virðast vera þversögn en það það ekki vegna þess að Seðlabankinn mun sínum vaxtahækkunum geta barist á móti innlendum eftirspurnaþrýstingi en breyting og hlutfærslu verðlagi út í heimi að það svona held allir sammála utan áhrifasvið Seðlabanka Íslands. Nú að vanda þá birtum við yfirlit yfir þær eignir sem við eigum yfir 500 milljónir og hreyfingu á þeim eignum og afkomu. Ég vil byrja að nefna það að það meinleg innsláttarvilla, Origo 1012 milljónir, það á að vera Síminn, en síðan kemur Origo, raunverulega Origo 972 milljónir. Þetta var nú bara uppgötvast áðan. En eins og sjáu að þá RIX 26 sem verðtryggt ríkisskuldabréf með gjalddaga árið 2026 orðið langstærsta eign félagsins, 16%, og þá kann einhver að spyrja hvort að það sé nú ekki einkennileg eignastýring að vera með 16% eignasafni í eign sem að með raun ávöxtunarkröfu upp á 0,3 til 0,5 sem neikvætt. En það svona við teljum okkur vera að kaupa vörn gegn verðbólgunni í því. Nú í hlutabréfunum og horfum á stærstu eignir hlutabréfum að þá það svona einhverju leyti sama þema þar. Við stærstu hlutabréfaeignir okkar Arion og þriðja stærsta eignin Íslandsbanki. Þar sem við teljum að slíkir bankar og með sterkt arðgreiðslu hlutfall að það nýtist vel í hávaxta umhverfi. Síðan við með Eimskip sem hefur náð undraverðum rekstrarbata og nýtur góðs af herra verði og flutningi í heiminum. Þetta svona helsta sem ég hef að segja eignasafnið og svo þetta bara ég tilbúin að svara öllum spurningum sem kunna að vakna. Og þú Hermann? Já, rétt til að sýna bara þessa mynd sem við sýnum alltaf og nú það þannig að ef við byrjum á vátryggingastarfseminni þá hún að skila jákvæðri afkomu núna 6 ár í röð sem ánægjulegt og í takt við eiginlega okkar aðal og metnaðarfull markmið í skráningu félagsins þar að segja og við litið þannig á að þetta sá þáttur sem við höfum hvað mest áhrif á sjálf, stjórnendur og starfsmenn félagsins, það segja grunnrekstur félagsins og því mjög ánægjulegt að sjá hvernig okkur reiður af þar til langs tíma. Ég nefndi aðeins við áðan að það verður áskorun og það spurning hvort að keðjan slitni á næsta fjórðungi þegar við erum að gjaldfæra 600 milljónir. Það verður bara komið ljós og það verður komið ljós í samhengi við það sem við höfum aðeins talað hér og höfum talað áður að það svona teikn á lofti og alls konar teikn á lofti getur við sagt. Það punktstaðan svo núna að samfélagið að fara á fullt, sérstaklega ferðaiðnaðurinn og það mikið svona og alveg opinber gögn það eins og varðandi bílaleigurnar, hótelin og jafnvel fleiri staði þar sem eru uppseldir jafnvel fyrir sumarið. Og það gott, það frábært, en það jafn þekkt að í vátryggingarbransanum þá svona lagg á þessum hlutum. Það að segja þegar hlutinni fara á fullt og þá kemur svona verðlagningin og viðbrögð tryggingafélagana á eftir þar. Það að segja tjónatíðnin eykst og svona viðbrögð tryggingafélagana verða aðeins eftir þar og í sömu veru getur við sagt þegar hlutinni að snúast í hináttina. En eins og Þórður sagði, þetta er náttúrulega búið að vera ævintýraleg afkoma fjárfestingarstarfseminni þarna undanfarna fjórðunga og kannski aðeins stabiliserast núna þó að vera að teljast góð og allt þetta svona afstætt miðað við
hvernig árar hverju sinni. Nú aðeins þá einstökum eignaflokkum og þarna hefur mest staldrað þessa stærstu, það er að segja þessa 3 lengst til vinstri sem eru þá ökutækjatryggingarnar, lögbundnar og frjálsar og eignatryggingarnar. Og eignatryggingarnar sveiflast töluvert mikið á milli fjórðunga eftir því hvort að koma stórt tjón þar eða ekki. Svo er ekki núna en auðvitað kom eitthvað í tengslum við óveðrin þar inn en afkoman fín þar. En hins vegar verðum við að staldra við og velta fyrir okkur svona framvindunni varðandi ökutækjatryggingarnar, bæði frjálsar og lögbundnar. Og það verður svolítið verkefnið okkar á næstu fjórðungum að ná utan áhættumatið þar. Þetta er líka talandi áhættumat og þetta er líka svona, ég vona að aðrir sem að horfa á þessa kynningu hafa jafn mikil áhuga á þessari mynd og við, að því okkur finnst þetta að vera svona mjög góð vísbending og svona hraðamælir á hvað er að fara að gerast. Þetta er sem sagt verið að sýna þarna umferðina á hringveginum kringu landi á 16 mælipunktum. Og það sem er áhugavert þarna, eins og við gerðum grein fyrir í lok síðasta árs, að þá var mikill vöxtur á öxlinni þeim megin. Það eins og að dróga eins úr því í janúar og febrúar, það var eiginlega 7% samdráttur á þeim tíma. Mars svona á pari við árið á undan náttúrulega mikill vöxtur. Og svo núna merkjum við í apríl, það eru konar tölur þar sem þetta sveiflast upp. Og þá er svona spurningin að því sögulega séð þegar við kíkjum á þetta, að þá getum við sagt að 2020 og þá var svona innanlands umferðin að draga þetta uppi, það var lítið útlendinga þá. Í fyrra var síðan töluvert af útlendingum og Íslendingum, en núna er spurningi hvernig þetta verður með Íslendingana. En allavega útlendingarnir verða á ferðinni og eins og ég segi, það er mikið samhengi milli þess hvernig afkoman af ökutækjatryggingum er og akstri í umferðinni. Þannig að þetta er eitthvað sem við reynum alltaf að reynum átt okkur á hverju framvindur þarna. Nú réttilega að draga þetta saman, afkoman ánægjuleg, góð og í rauninni meira en varnarsigur að mínu mati, þetta er bara góð niðurstaða við kringumstæður sem voru krefjandi. Samsett hlutafall á 95,6% og gjaldþol 1,52. Eins og komum við fram þá hafa endurkaupin gengið vel og við erum þá búin að kaupa fyrir 1 milljarð af eigin bréfum på 27 milljónir hluta og þannig að það er mjög gott. Eflaust gætu komið spurningar það hvað svo, má reikna með því að það verði haldið áfram á þeirri vegferð. Það er eitthvað sem við munum eiga orðastað við stjórn bráðlega og það verður þá tilkynnt ef áfram verður haldið með endurkaup. Nú við breytum horfunum hjá okkur fyrir árið. Við lögðum af stað með árið í horfum upp á 1800 til 2200 milljónir fyrir skatta, þar að segja afkomu af vátryggingastarfseminni. Við breytum því í 1400 til 1800 milljónir fyrir skatta. Lækkum sem sagt líklega niðurstöðu. Og samsett hlutfall þá hækkað sem því nemur úr 93 til 95 sem við vorum með í upphafi árs í 95 til 97. Og horfur til næstu 12 mánuði að gera ráð fyrir þessu sama. Einhver kann að spyrja hvort að þetta sé of svartsýnt. Ég held að við höfum komið og talað nógu skýrt það bæði síðast, þar síðast og núna að það eru bara blikur á lofti og við þurfum átt okkur á því. Það er margt í kringum þessi stríðsátök sem ríkir óvissa Það er margt í kringum íhlýtu í varahlutum og fleira. Það eru olíuverð og það eru verðbólga sem Þórður vék að, vextir, það eru kjarasamningar. Þannig að það eru mjög margir þættir og margar breytur sem eru þarna úti og hafa ekki skýrst nægilega vel en okkar verkefni verður svona svolítið að fylgjast með bara nær umhverfinu og svona máta það saman við okkar rekstrarumhverfi. Það kom eitthvað. Hvernig ég kom eitthvað til það. Það sjá. Þannig að það kom eitthvað gluggi fyrir hérna hjá mér, fyrirgefið þig. Það er líka áhugavert að í þessu umhverfi þá finnst okkur svona heilmiklar áskoranir framundan og það eru áskoranir sem geta átt við allt atvinnulífið en allavega klárlega við tölum fyrir okkur sjálf og þá eru mörg tækifæri úti við þessar kringumstæður þar sem verð kannski fer að hækka að við sem tryggingafélag verðum útsjónarsöm í því hvernig við meðhöndlum tjón. Og þá er ég ekki að tala það að við séum að fara að slaka á einhverjum kröfum eða slaka á einhverjum kröfum viðskiptamanna eða rétti þeirra heldur er bara með ýmsum hætti að halda á og afgreiða tjón þannig að vel fari og sóun verði eins lítil á kostur er. Og það finnst mér þessar kringumstæður alveg gríðarlega stórt verkefni fyrir okkur. Og
það geti, ef að vel tekst til, dregið úr áhrifum og þá okkar viðskiptamönnum til hagsbóta. Við erum líka mjög áfram það í þessu samhengi þegar við tölum að draga úr sóun og vera útsjónarsöm í afgreiðslu tjóna, mati á þeim og úrvinnslu, að þetta er ekki síður umhverfislegt mál heldur en svona sóunarlegt. Og bara til gamans þá vildum við svona aðeins í lokin, í febrúar, eins og kannski var mjög þekkt og rataði í fréttirnar, það var þá svona íþróttahöll sem var fauk í heilu lagi í Hveragerði, Hamarshöllin, og þetta er tjón sem við tryggðum. Og þarna til dæmis bara til að svona skýra betur út það sem ég var að segja áðan, þarna gefum við íþróttafélaginu dúkinn sem er gríðar stór og mikill dúkur. Íþróttafélaginu er síðan að selja þetta ýmsum aðilum sem hafa hag og nota þessum dúk og þeim til hagsbóta, samfélaginu, íþróttafélaginu og förgunarkostnaður þá þar af leiðandi engin. Það er fullt af svona þáttum sem við þurfum að vera vakandi fyrir að sjá fyrir og leysa þannig að bara öllum til hagsbóta. Að þessu sögðu þá viljum við mjög gjarnan fá spurningar. Það er ein spurning í gegnum neti og það er fyrst hamingjuóskir með gott uppgjör og svo spurning út í verðlag og þá hvort það sé einhverja hækkanir í kortinu út af þá verðbólgu eða hækkunum á viðgerð og þjónustukostnaði. Já, takk fyrir, þetta er mjög góð spurning. Heyrist þetta ekki alveg út? Þarf ég að taka spurning? Nei, þetta heyrist alveg. Fínt, þetta er góð spurning. Auðvitað, búum við þannig í vátryggingarekstrinum að okkar bætur eru verðtryggðar. Þannig að iðgjöld verðtryggjast í því samhengi. En svona hækkanir umfram það, þá er það svona, einmitt það sem ég reyndi að orða áðan, að það er eitthvað sem við þurfum alltaf að skoða og vera kvik í. Samkeppnin er mjög hörð núna. Og nýjir aðalar konur á markaðinn. Okkur hefur gengið mjög vel í þeirri samkeppni eins og kannski tölurnar segja til en við þurfum að vera mjög vakandi fyrir því að ná utan tjónaþróunina og verðleggja áhættur rétt. Það skiptir öllu máli við þessar kringumstæður. Það er ekki fleiri spurningar núna í gegnum netið. Okay. Einhverjur úr salnum? Ef ekki þá eru nú nokkur í salnum og við erum alveg til í bara kaffispjalli ef það hentar betur. Eitthvað sem þið vilja að segja, Lóku? Nei. Ekki, þá bara þökkum við kærlega fyrir okkur. Takk fyrir.